Þegar harðnar í ári þarf oft að endurskipuleggja í rekstri fyrirtækja. En hvaða fyrirtæki á landinu eru þau fjölmennustu eða þau flestu? Það eru heimilin. Við þurfum núna að huga að endurskipulagningu á rekstri heimilanna og í næstu 4 þáttum, næstu 4 þriðjudaga, ætlum við að fjalla hvernig má gera rekstur heimilisins hagkvæmari. Við erum komin hér inn í Aðalstræti 52 á Akureyri til Kristínar Aðalsteinsdóttur og hún ætlar að gefa okkur nokkur góð ráð. Kristín, þetta ekki eitthvað sem þú byrjaðir á bara núna, 2015. Ekki langt síðan að þú byrjaðir að reka heimili eins og bara gott fyrirtæki? Ég byrjaði nú reyndar að reka heimili þegar ég var 12 ára því að foreldrarnir mínir skildu og ég var ein hjá föður mínum og það fékk svolítið óvenjulegt uppeldi. Já. En þegar ég gifti mig ég var þá 22 ára, þá vann ég fullan vinnudag og ég hef alltaf unnið fullan vinnudag og kannski miklu meira en það. Og á sama tíma þá langaði mig til þess að halda gott heimili, borða hollan mat og hafa huggulegt í kringum mig og svona vita hvað ég væri að gera. Og þá sagði ég meina hvað ger ég þá? Þá bara eitt sem gildir og það að vera skipulagður. Að skipuleggja hvernig rekstri heimilisins má eða hvernig reksturinn má framkvæma. Og en fyrir utan þetta þá held ég að mér sé svona í blóðborið að fara vel með bæði peninga og það sem í kringum mig. Og svo eftir einhver ár þá áttaði ég mig á því að það að fara vel með mat og nýta það sem til vel og það að skipuleggja, það bara var svona mikil sparnaður í því. Þú talar einmitt skipulagningu. Hvernig skipuleggur þið fyrir mánuðinn, fyrir vikuna eða bara fyrir veturinn eða ástíðina? Ég sennilega alltaf þessu sko. Í fyrsta lagi þá rækta ég mjög mikið á sumrin af grænmeti og það nota ég og þurrka eða fristi og ég geri ofta, ekkert alltaf, svona áætlun það hvað við borðum einhverju ákveðnu viku. Ég gerði þetta sérstaklega því að við erum margir heimili. Við erum nú, en þetta heimili alltaf frekar stórt af því að það gestkvæmt hérna. Og svo fer ég út í búð alltaf með lista. Og ég kaupi það sem á listanum sko. Já, þú fer ekki út fyrir hann eins og okkur hætti til að gera. Nei, en það ef maður fer ekki með lista þá kaupir maður svona eftir hendin eitthvað hitt og þetta og oft ýmislegt sem maður þarf ekkert endilega að nota og það aldrei ergilegt eftir kannski hálft ára að finna hitt og þetta í skápunum sem útrunnið eða maður hefur ekki þarf fyrir. En þú ert með ýmislegt fyrir fram að þig. Já, ég ætlaði einmitt að bjóða þér te, viltu ekki te? Jú, takk. Ég með myndu. Já, má ég sjá það. Og hún úr garðinu mínum, vex hérna í góðu lofti. Erfitt að rækta myndu? Nei, það alveg sérstaklega auðvelt. Af hverju? Segðu mér. Maður bara setur niður plöntu og hún vex, maður þarf að vökva hana. Já, má ekki smakka? Já, ég veit ekki hvernig þetta En þetta bara notaði ég bæði í te, en ég nota þetta líka í mjög marga rétti. Já. Þannig að mynda svona eitt fyrir utan salt og pipar aðal kryddið á þessu heimili. Já. Svo ég með blóðberg sem ég hef tínt svona hingað og þangað á landið. Reyni að tína svona gætilega þar sem ég Þetta minnir maður nú bara á íslenska náttúru. Já, þetta líka íslensk náttúru. Dásamleg. Og þú notar blóðberg í te? Í te, já. Hvenær tínurðu blóðberg? Svona upp úr miðjum júlí. Já, og það þekkja flestir hvernig blóðberg. Já, það fer eftir árferði. Já, ég skal reyna að vera ekki sóðaleg. Nei, ætlar að fá mig te? Ég var að hugsa að fá mig te, það svo, myndute. Já. Hvað set ég mikið? Má ég sjá? Þetta bara ágætt. Já. Já, ég ætla líka að fá mig myndu. Má blanda þessu saman? Hvernig ætli komið blóðberg? Ég hef aldrei gert það, en þú mátt alveg gera það. Já.
er svo gaman að fara aðeins út fyrir ramman. Bara svona rétt að því mér þetta hvoru tveggja svo gott. Já, þú bara setur beint yfir. Já, við erum líka með henni í katli. Mér dettur nú bara í hug hérna með myndina sko. Ekki koma góð leið. Ekkert smá og bara bragðið upp í mann að vera með svona. Þetta er eitthvað sem maður ætti bara að tyggja. Já, hefur aldrei notað myndu? Nei. Ég kom nú upp með mig, nei. Nei. Já. Ég skal gefa það plönti vor. Já, ef það er svona auðvelt að rækta hana. Já, það er mjög auðvelt. Og það er sem sagt fólk sem er ekki með garða getur auðvitað ræktað myndu í pottum út á svölum Eða inni yfir veturinn. Er hún að vaksa yfir veturinn? Nei. Nei, ekki hjá manni. Já, ég held ekki. Nei. Nú, en ég er með fleira úr íslenskri náttúru. Ég nota fjallagrös í brauðin mín. Já. Ég baka all brauð. Já. Og þá áður en ég set þau í brauðið, þá legg ég þau í volgt vatn, þannig að þau mýkist. Og þau gera brauðin mýkri og svo fáum við öll steinefnin. En ég ætla að segja þér að ég rakst á núna sundaginn, í dag er hvað, þriðjudagur held ég, á pakka með fjallagrösum hérna í Netto. Hann kostaði held ég 740 krónur. Já. Og ég á mikið af fjallagrösum og ég held ég þá miðað við að einn svona lítill pakki kostar 740 krónur, þá á ég sennilega fjallagrös fyrir svona 100.000. Já. En semst að þetta eru náttúrulega dýrmætt steinefni og mjög fínt í brauð. Þetta lærði ég af ömmu minni sem bakaði alltaf flatbrauð. Flatkökur og hún setti alltaf fjallagrös í þau af því að þá urðu kökurnar mýkri og þau geymast betur. Og ef maður setur fjallagrös í sultu þá þarf ekki nein rotvarnarefni. Þetta heyrði ég nú bara í útvarpinu og hef gert það síðan. Seti ég örlítið af fjallagrösum ef ég gerir rabarbara sultu eða aðra sultu og engin rotvarnarefni. Takk fyrir. Þannig að þetta er í raun og veru kannski það sem þú gerir er að þú hugsa fram í tíman. Þú hugsar hvað þú ætlar að hafa og nærðir í aðföngin út í garð, bara rétt í kringum þig. Já. Í raun og veru. En svona skipuleggur þá, er það skipuleggja hvað þú ætlar að hafa í matinn eða er það orðin svolítið rútín í kringum það? Hvernig getur þú? Nei, mér finnst mjög gaman að prófa nýjar uppskriftir, þannig að ég bara skipulegg hvað ég ætla að hafa í þessa vikuna. Ég meina það er eins fljótlegt eins og að anda, skilurðu. Og ég fletti kannski einhverju matreiðslubóku, já mikið af þeim, og sé eitthvað spennandi og þetta er engin tími sem fer í þetta. Þetta er pesto. Já. Og þetta er úr jurtum sem ég rækta sjálf. Þetta er sem sagt úr klettasalati og basilikum. Já. Og ég geri dálítið mikið magna af þessu á haustin og fristi. Já, það er alveg hægt að frista pesto. Já, ég fristi þetta með öllu, með ostinum og öllu. Já. Hvað er í pestónu, svo við rifjum það upp? Það er basilikum, en ég nota líka klettasalat af því að það vex hérna eins og arfi. Og síðan er það matarolía, salt og pipar, hvítlaukur og ólífuolía. Já. Og þetta er bara hrært saman í matvinnsluvél og svo á maður þetta í litlum skömmtum í fristi. Bara til að gefa hugmynd, þá held ég að svona litlar dósir kosta á bilinu 350 til 500 krónur af pestói. Já, ég bara veit það ekki. Nei, ég en þetta er svo miklu betra, sko. Já, ég finn bara lyktina. Veistu hvað þú ert að spara á ári bara við það að baka þín brauð, til dæmis? Ég veit það ekki nákvæmlega núna á þessari stundu, en fyrir nokkrum árum þá var ég með námskeið í brauðbakstri hérna við eldhúsborðið hjá mér, svona 5 manns í einu í nokkur skipti. Og þá reiknaði ég það út í smáatriðum og þá sparaði ég með þetta 2 manna heimili mitt, eða þú veist hvernig það er, 84.000 á ári. Þannig að ég sá að ég kíkti á brauðverð helgina
og þar voru svona góð grófkornabrauð á 570 krónur. Þannig að ég hlýt að spara bara 120-130.000 ári. Já, margt hægt að gera fyrir það. Já. En við ætlum einmitt að halda áfram umfjöllun okkar holl og góð sparnaðaráð við rekstur heimilisins og fylgist með okkur næsta þriðjudag en þá fáum við uppskriftir frá Kristínu.